Góða kvöldi, velkomin á ljóðarslamkvöld. Poetry Slam. 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 Heyriði, næsti keppandi á svið örvhentur. Ég veit, þetta hræðilegt ástand. Nei, en sko, hann örvhentur, en það sem áhugavert við þetta að hann samt kann ekki að skrifa með vinstri. Heldur bara með hægri. Ég veit ekki, þetta var bara það svar sem mér fannst áhugaverðast og kannski eitthvað, af hverju þetta fókus á þetta? En ég var bara eitthvað, wow. Mun hann nei, ok, en hann sagði að kann bara skrifa með hægri af því að hann var bara alinn upp við að skrifa með hægri. Og þá fór ég bara eitthvað svona að hugsa, ég rétthent í alvöru? Eða bara var ég bara, þetta svona djúpt, eitthvað. En allavega, hann ætlar að koma hérna upp á svið og bara kemur í ljós hvort hann gerir það með hægri eða vinstri. Bjóðum að velkomin, þetta Ernest með atriðið Hello everyone, meet someone. I think so. Hello everyone, my name is Someone. I've got something to say to everyone today, so please hear me when I say. I can feel my mind slipping, the fabrics of my soul ripping, slowly, not quickly. I mean quickly, not slowly. I slip further and further into crevices, mind fear to wonder, and I wonder if I shall ever be sane or even be the same. The silence drives me insane, the noise fills me with disdain. I've learned to embrace the pain, that is why I cry in the rain. Gently, I lose my brain. I scream in silence. I sit in madness. Blood from my cut wrist drowns me in gladness. I can hear with my eyes, see with my ears. Truths about lies, so the darkness serves as my light. I see others in delight and mourn my plight. See, can't you see that I can't see? See, to see is as easy as ABC, but can't you see that the man you see can't see what he sees? He only sees what he sees not. These suicidal thoughts sees not. I swim in the sky and I fly in the sea. I am the penguin that hopes to fly, but I end up in the mouth of the polar bear and die. My skin freezes in the sun. How dare you call me a liar? The voices in my head haunt me the moment I get in bed. The voices in my head taunt me the moment I take my bread. Further and further away, each day after each day, I lose my grip on reality, what is real and what is not. Can't you smell my brain rot? But I've got a mind. I just need to find where I last placed it because I probably misplaced it. So I need to urgently replace it so I can display it. But I need someone. A good someone. No, anyone. Just anyone to listen to me. Hello everybody. My name is somebody. I am nobody, but I'm everybody. I mean, this body, that body, everybody could be trapped in my body and not know the difference between the voiceless faces in my head and the faceless voices on the streets. They stab me with searing eyes. They judge me with searing tongues. But they forget to think, to remember that I was once like them and that they too could end up as me. Hello everyone. My name is Someone. I could be anyone. So when you find me descending into madness, lift me up with some kindness. Control plus X my sadness, and Control plus V some happiness. Hello everyone, good night. Don't forget to think about someone. Thank you. Ernest!
Næsti keppandi, undarlegasta hrós sem að hann hefur fengið var vá hvað það auðvelt að hata þig. Og til að útskýra þá var hann að leika mjög leiðilegan gaur í mynd og vinkonans léti sér fleygu orð falla sem hrós af því að honum var að takast að vera mjög leiðilegur. Við ætlum samt ekki að hata hann hér í kvöld, við ætlum að elska hann mjög mikið og við skulum bjóða hjartalega velkomin á svið. Þetta Þór Víum með atriðið Hún hluturinn. Hæ, gaman að fá að taka þátt. Ég mjög viðkunnalegur, ég lofa. Það bara svona einstæmi. Já. Þú ert epli. Þú ert epli og þú skerði í báta. Kannski ertu 6, kannski ertu 8, kannski ertu 10 eplabátar. Ef þú gefur bát og gefur bát og gefur bát það til þú ert bara kjarni, hvað er þá eftir fyrir eiginmannin? Það vill ekki nakinn kjarna. Það vill ekki íbitið epli. Ég er 13 ára og ég er epli. Það verður fræ á líkama Krists þegar ég stakk honum upp í mig. Blóð hans vætlaði niður munnvikin þegar ég hlýðin kyngdi óverum fræin sem læstust í innvolsið. Forvitni naga mig. Gerist eitthvað ef ég næsta sjálf í eplið? Spurningin komin fram á varirnar, brosið svo skín í tennurnar. Ræð ég hvað ég sker mig í marga báta? Má ég halda nokkrum eða láta eiginmann minn fá þá alla? Bara hann sem má smakka. Ekki spyrja svona spurninga. Það eru alltaf óvegandi. Allt sem þú þarft að vita mun birtast þér á brúðkaupsnóttinni. Það þarf að slökkva þessa ónáttúrulegu forvitni hjá venjulegum unglingi. Fræin sem kirkjan sáði í rætunni svo arfi í sálinni. Ég er gjöf. Ég er munur. Tómi líka mig hér til að gefa frá mig stuðnus. Sleipiefni, svo hann þurfi ekki að snerta mig. Ég er dót. Ég er leikfang. Hann stjórnar ferðinni líka eftir klámi reiknum við að ég viti það ekki. Ég hef aldrei horft á slík syndug atferðsli. Því ég er hlýðin, hæversk, hlutverk hún er að hafa sig sem best. En umfram allt vera hrein. Óspjölluð, ósnert, ómenguð, ógeðslega skítug. Hóra, þú ert ógeðslega skítug. Ógeðsleg, skítug. Ógeðsleg og skítug. Greið, það þarf að biðja fyrir henni. Lauslátt konan stundaði saurlífi. Hún mun sjá eftir því þegar hún giftir sig. Þegar hún stendur frammi fyrir eiginmanni sínum og Guði. Spjölluð. Snert. Menguð. Vönduð. Vönduð hlutur sem vandar sig. Vönduð hlutur sú sem vandar sig. Þá sést að þar gengur kona sem tilheyrir kirkjunni. Sem gaf alla sína eplabáta einum manni. Horfir á hann borða þá á brúðarsænginni. Bát eftir bát eftir bát þar til ég er bara nakinn kjarni. Hann leggur mig frá sér á náttborðið.
ekkert eftir nema fræin úr kirkjunni. Takk fyrir mig. Áhugaverð staðreynd næsta keppanda að hann kom fram nakin í auglýsingu sem að 10 milljón manns sáu. Ég segi bara geri aðrir betur. Sko keppandinn ætlar ekki að koma fram nakin í kvöld, held ég, en við vitum það ekki alveg, af því að keppandinn biður okkur að loka augunum á meðan hann flytur sitt atriði. Þannig að gæti verið að það sé bara alveg á rassinum. And yeah, so just to say this in English, so the next contestant wants us all to close our eyes while he performs they perform their act. So, everybody close your eyes, please. All eyes are closed. And then you can put your hands together for Sindri Sparkul Frey með atriði Fordóma blinda. Kvöldið. Takk fyrir þolinmæðina. Maður þarf að sætta sig við ýmislegt þegar maður lítur út eins og ég. Það starið á mig. Enda líti undarlega út. Ég 2 metrar á hæð og klæði mig í skærum litum. Það augljóst fyrir flestum að ég sé öðruvísi. Ég var á leiðinni heim af hinsegin viðburði. Þar átti ég endurfund með stelpu úr menntaskóla. Það voru þó nokkur ár síðan ég sá hana síðast og ég myndi ekki beint kalla okkur vini. Ég held að við höfum aldrei einu svona spjallað. En samt þekkt hún mig og ekki á klæðabörunum, heldur á röddinni. Við áttum gott kvöld, spjölluðum mikið og þegar kom að því þurfti hún far heim. Við vorum 3 hringtorkum frá heimileginar þegar spjallið tók krappabeygju inn í pólitík. Einhvern veginn komst ég í gegnum allt kvöldið án þess að átta mig á því hversu íhaldsöm hún var í raun. Hennar skoðun var að vinstri pólitík sé alveg eins spillt og svo hægri en að þau feli það sem að fyrir henni væri verra. Ég spyr mig, hver getur gert meiri skaða á heimilinu? Innbrotsþjófur sem þarf að læðast eða brjálæðingur með hamar? Heilum heimsfaraldri seiðar árið 2022 stofnar transfóbískur hópur hinsegin fólks LGB Ísland sem seinna fékk nafnið Samtökin 22. Þetta einn af fáum opinbert starfandi haturshópum á Íslandi. Og á stofnendalistanum var þessi fyrrverandi skólasystir. Auðvitað var ég hissa en það sem stóð upp úr fyrir mér var þetta góða kvöld sem við áttum. Það sem að hún vissi ekki að hún átti að hata mig. Af því hún sá ekki. Af því hún bókstaflega sá ekki. Hún var blind á sína fordóma. Þið megi opna augun. Maður sættir sig við ýmislegt þegar maður lítur út eins og ég. Ég þurfti að sætta mig við það að það veru alltaf starið á mig. Ég 2 metrar á hæð. Ég klæði mig í skrýtnum litum. Það er augljóst fyrir flestum að ég sé öðruvísi. En haturinn ekki bara að finna í störunum, heldur líka í blindunni. Takk fyrir mig. Næsti keppandi kallaður Blum Blum af fjölskyldunni sinni. Og það víst kemur frá því að vera kölluð Bla Bla
sem að hljómar ennþá verra og mjög bara svona eins og passiv-aggressíft af fjölskyldunni bla 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 eða eitthvað en það víst af því hún heitir Embla þannig að þau eru bara góð en við skulum bjóða hana velkomna svið Emblu með atriðið Mætti Ég bý yfir mætti. Mætti út frá eðlisfræði hugtakinu, þar sem sérfræðingar á ensku kalla potential. Mætti það sem hægt að gera, hægt að vera, en hefur ekki orðið enn. Mætti mögulegur máttur, mögulegur hæfileiki, mögulegur kraftur sem mögulega kannski mætti það rætast, mun rætast. Ég bý yfir mætti að gera allt sem ég ætti. Ég gæti fylgt draumunum, ég gæti breytt heiminum, ég gæti orðið læknir, ég gæti orðið lögfræðingur, ég gæti orðið leikari, ef ég bara mætti. Þau segja mætti hérna mestu auðlind. Það mátturinn sem knýr okkur áfram. En mætti ekki líta á mætti sem bölvun. Mætti svipan á baki mínu sem rífur mig niður og skilur mig eftir í pínu. Ekkert nógu gott, ekkert nógu flott, aldrei nógu góðar einkunnir, aldrei nógu miklir fjármunir. Ég held að of snemma vorum við stimpluð framúrskarandi. Sett fremst á allar línur, látum brosa, vera styrtar próðar kínur. Látum dansa hátt á hálínunum, undir þeirra nótum. Engin miskunn ef þér skrikar fótur. Og núna finn ég öryggisnetið horfið. Og ég finn mig hrapa niður í tómið. En ég mun gera það allt. Ég mun taka öllum tækifærum, ég mun ekki sóa mætti mínu. Ég mun gera eitthvað frásagnarlegt því ekkert minna en fullkomnun ekkert minna en fullkomnun ásættanlegt. Ég veit að ég gæti gert það. Ég gæti orðið merkileg, ég gæti orðið stór, ég gæti orðið eitthvað. Ég gæti orðið nóg. Svo núna, ég held að hver dagur sé orðið eitthvað kapphlaup að ná til enda regnbogans. Gull ég finn á morgun þegar ég næ til enda regnbogans. Lina nauðsyn. Gefa mér tilgang að ná til enda regnbogans. Mætti ég slaka á þegar ég kemst til enda regnbogans? Takk fyrir mig. Næsti keppandi víst ekki með eitt einasta app í símanum sínum sem náttúrulega mjög sorglegt. Ég til dæmis með æðislegt app sem heitir det Lille Fredag og segir mér hvort það sé Lille Fredag. Þetta svona, svo ég náttúrulega með annað app sem lesa allar mínar persónuupplýsingar og selur þær til hæstbjóðandi og lætur svo sýni mér auglýsingar sem hafa skaðleg áhrif á mig. Þú veist, þú ert að missa af svo miklu með því að vera ekki með upp í símanum þínum. Þetta Elías Knörr með atriði Greindin gervi. Gefum honum gott klapp.
Já. Takk fyrir að draga mig út úr þægindarramanum, heldur betur, en ég ekki með upp, en ég með 3 spurningar. Fyrsta spurningin, var hann mýmir, gervigreindin hans Óðins? Svo, hvað væri hlutverk hans Óðins nú á dögum þegar það svo mikið af svona ókeypis gervigreindar vélum á netinu, svona Poetry Slam Generator? Og getur greindarlaust skáld eins og ég verið án blaðs? Svarið við þessu þrennu væri Þornirðislag eða reyndar stefið Geð eru galdrar en greindin gervi. Rótnandi rústum rankar skáld við sér, minnislaus, mýmislaus muldrar Óðinn, geð eru galdrar en greindin gervi. Flugvana fjölnir felst í skýjatóft, hangir og hímir á himnahreiðri, kuklarinn klóki klippti inn vængi. Róttónar rúnir ristuðu ljóð sálin söng, sannindi skýr með hvelli hvar, hvíta kúpan spunni sprakk í spaka hausnum. Draumóra djammið má deyfa skaðan, deyfa drauga, deyða vitið. Ég geng frá gálgafrestinum með gálgatimburmenn. Rótnandi rústum ranka ég við mér, minnislaust, músulaust muldrar hjartað, geð eru galdrar en greindin gervi. Næsti keppandi mismælti sig einu sinni frekar óheppilega. Sem hann var að fara í lyftu og ætlaði að spyrja má ég vera samferða, en sagði óvart mætti ég vera samfarir. Mér finnst það gott. Þetta Frida Martins og við skulum gefa henni gott klapp. Hún með atriðið Mystery Creatures Can Dance. Disclaimer, I don't have a tiger, I have a dog. Still rising up, back on the street, and I forgot that text, so I have a little booklet in the style with the dress, because I also have a hole in the brain where all the information falls out. But I'm an activist for differently wired brains, so the thing in the elevator actually helped me communicate, learn the right words, and enjoy life as it comes. Hello, dog. Hello, Frida. How are you? Don't ask me that. I'm not good at small talk. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My soul is quite a colorful zoo.
you only see at second sight. So most people don't know what to do to help me or to judge me, wrong or right. Elephants, not only the pink ones, if you need to know, can run havoc when synapses are confused. Yet they can also dance or put up a loving show and dance a loving tango when someone asks about Chalicoteria, Desmostylia, and all the other fossils coming to life, roaming through the magic bookshelf of evolution of the mind. Autism is a mix of auto and ism. Auto means car in German, in case you don't know. Thus, this is an ism of all the neurocars needing an autobahn under an all too fervent sun of so-called normalcy. Rain hits the surface of the calm-looking but ever-moving and ever-changing ocean of my soul, where real life happens mainly below the surface. Could Nessie, or Fjörulatli for that matter, be a living fossil, in fact, and survive in our world? Let's make a pact to not take more than we give to this blue star named Earth. Dare to dream with me and talk to me about your not-so-normal zoo of charming, visionary butterflies. Elephants will trumpet in support. We're done. Thank you. Næstar á svið, ég sendi samt þessar spurningar eins og ég sagði ykkur og þetta svörin sem ég fekk frá þessum, þetta er svona dúó sem er að fara að koma inn upp á svið, það var svona það sem að lét mig hugsa mest, þessi svör, og til dæmis var spurningin var, if you could travel anywhere in the world, where would you go and why? Og það er svona svöruðu, to the room of one's own. Og ég er ennþá að reyna að skilja hvað það þýðir. Vandræðalegt. Þetta er svo vandræðalegt. Ég er að þræða við einhver sem er að hlæja svo hátt hérna, sko. Jæja. Gera bylgju aftur. Heyrðu, ok, ég er algjörlega búin að koma upp það. Ég er meira svona að horfa á bíómyndir og þætti, en ekki að lesa heimsbókmyndirnar. En við skulum bjóða þær velkomnar svið, ég ætla bara aðeins að fara að lesa smá Virginia Woolf á meðan. Vitsia og Yuki með atrið A Polyphonic Fever Confession. Gefum þeim gott klapp. Thank you for the introduction and the little warm-up. I think we're now all ready for some noise. Yes. And thank you for all Virginia Woolf fans in the audience. I want to write a book, Bleeding Sounds in a House of Constant Noise, where my voice can only speak in distortion, buzz, screech and shout, where the walls can't stop reverberating, turning sounds into echoes that reverberate into echoes until the house is no longer just a house, it is a never-ending loop of vibrating sounds. There is a confession to be made, because I'm running into problems, which is actually the point, because noise must be tangled, everything will be glowing and as pure as cushion of the first tangled human trees.
Human To trees forget burning means to everything on begin. its So way. to forget Noise means is to always the begin. problem. Noise is always the problem. Noise is always the problem, so we begin our existence with capturing heavy We concordances. begin our existence, but it's captures just that I jacks of realized I've been diamonds and all the listening too boys much, from trying to Sorbonne capture with their sounds and rolled up letters. sleeves, asking Instead how of you dipping made my it here. letters and sounds. And then we forget them. I've been sitting here. Everyone is so light and small who could climb up the hill. Light and small. Though they stop I've just lighting been it sitting up, here it hoping remained for the dripping house to and wash licking. over me so that I can blend and dissolve, and whatever I write becomes noise and just noise Whatever I that write exists becomes in my house. noise, and you shouldn't be afraid of a body frozen to a haystack or Frozen to a thick-backing haystack, that sounds is or a not completed enough. If I sheep listen on in the silence, shore. I can simply allow myself to drown. I can let myself I can sink simply allow myself until to I've drown sunk in so chamber deep of echoes, a that the vacant noise shell. could have been The water revolution or it started could have actually been when mud. my aunt It does not put really needles matter. in my breakfast. Needles in my breakfast. The revolution continues with unstoppable growing grass in the summer Unstoppable house. growing grass. The I am grass no that longer slowly noise. I'm covers the sinking inner in my porch thoughts, with somewhere the at the swallow's bottom of what nest. used to be Grass noise, is taken over where my an old brain can filter kitchen where out there the is a upstairs constant sounds, vibration of excess branches waves of of old daily apple life trees, continuing, and it had clown and on the I bed. could It's birth invading a its president. pores, and a book with a verse about night, A street, book lamp, of a and verse and a pharmacy. night leads tramp. Really, if the story is noise and the house is sound, I If the myself house need is to sound, turn then the into first thing I vibrations, remember waves is and reading pulses this that touch verse. and The reach. grass grows Without a through body the to be shelves seen, I with the need to ancient be a porcelain, vibration. 2 hard beds in the corner, and so patiently and So relentlessly, so grass patiently, which I penetrates the already attic, am, but it's fills not it enough. up. There needs But to be there's not more. much There to needs to cover be because more. 5 I am summers in ago this I house burned of everything what feedbacking was there, sounds that is including old dripping and coats and leaking, layers yes, of bleeding identity tones of and old newspapers unheard because my grandfather is frequencies, dead and no one unheard could mow the grass frequencies. here. It is not enough to theoretically be an energetic vibration. An energetic vibration Like or the grass that could have been forever water or growing, it could like have been grass mud. forever growing. I am no longer grass. My body But must it's be a an instrument, personal level. a chamber of To make it echoes, a vacant impersonal, shell you should with make it needles poking contagious. holes, ready to lose its solid form, to splash, Ready to lose its splash, solid to form, splash and To explode, splash, to lose and your become wife, a simply allow resonance. herself to drown, to cry for help in the Allow primeval yourself to forest, drown, to follow heard Saint and Only on untouchable, but Instagram, to meet lascivious women they're from the taking streets of over, Tuscany, invading to kiss pores and Sappho on her cheek, penetrating atoms, filling them up with sounds and traces of filling layers them of up with identity and sounds and concepts. tidy up your children's room. Tidy up your children's room. Only Sorbonne students would know. Mean noise, chaos. Only Sorbonne students would Mean know noise, how to give chaos. birth to a president or to have sex with your father in a dream To have sex with your father in a dream or whatever. means noise, chaos, panic, of wanting to be unseen, of wanting to be unseen and undone and out of tune, or whatever. Alright. Næsti keppandi langbesti Íslendingurinn hérna inni, því að hún hefur ekki bara lesið eina Íslendingasögu, ekki 2, ekki 3, heldur 40. Já. Nákvæmlega, og nú skulum við aðeins gera skoðanakönnun. Hvað hefur þú lesið margar Íslendingasögur? Enga, nákvæmlega. Skammastu þín. Hvað hefur þú lesið margar Íslendingasögur? 2, ok. Ég myndi venjulega að segja að það væri frekar gott. En miðað við næsta keppanda þá ættu skammast þín. Heyri, þetta bjóðum hana besta Íslending landsins, velkomna á svið. Landsins, heimsins. Bara besta Íslendingin í heiminum. Það Marion með atriðið Ég neita. Góða kvöld. I have an angry poem, as you can see, a protest poem. And I'm French, so I guess I fit the cliché pretty well there. And it's my first poem in Icelandic. I just used the words I knew, so I hope it will be quite accessible to many here. And yeah, it's just about being pissed, about talking always about the weather, the mountain, the nature, and talking only about that, having only words about that, and feeling I cannot exist in that language. Ég neita að tala veðri.
Ég neita að tala fjall. Ég neita að tala vind sem allt of kalt. Ég neita að fjalla eldgos. Ég neita að fjalla hraun. Ég neita að fjalla foss sem á í raun ekki brós. Hvað með fólk sem setja tilfinningar upp á fjall? Ég neita að spjalla snjó, ég neita að spjalla sól. Ég neita að spjalla sjó sem tekjur ekki strætó. Ég neita að ræða lúpinu sem veit ekkert myrkrið. Ég neita að ræða rigningu sem veit ekkert kosningu. Hvað með fólk sem finnur tilfinningar upp á fjalli? Við búum saman niður, ég það ekki. Velkomin í fjallafélagi, eða ekki í samfélagi. Ég neita að sjá allt í steinum, meðan alvöru fólk gangur í felum og þjóðin þjónar í neinum. Ég neita að yrkja fjallaljós, meðan fólk að rótna, landslagi elskar að bíða eftir fólki til að deyja. Hvað með fólk sem felur tilfinningar upp á fjalli? Og aldrei tala við mig niðri. En já, velkomin til Íslands. Komdu til Íslands, en ekki of lengi. Við náttúru til sölu, en ekki þú í fleirtölu. Spend your to spend your penning, but don't spread too much your meaning. Swallow your tungu, elskan mín. Can't give it too much meaning. Ég neita að tala veðri. Ég neita að tala fjall. Ég neita að gleyma fólki sem bíður brottfallt. Ég neita að tala fallega, ég neita að tala fullkomlega, ég neita að tala duglega, ég neita. En já, ég játa að fjalli sé falleg. Fallegra en ég. Ég játa að veðri sé skemmtileg. Skemmtilegra en ég. Á ég kannski að verða að fastlegu landslagi til að vera hluti að þínu samfélagi. Hvað með fólk sem geymir tilfinningar upp á fjalli? Ég bara hérna niðri í áfalli. En allt í einu ég skildi. Kannski fjalli svarar en betur en fólki. Takk. Næsti keppandi víst limbo-meistari, bæði í grunnskóla og í HR. Ég vona að hún sé að fara að gera limbo hérna á sviðinu, eða þá allavega hún sé að fara að sýna á sér hnén. Af því að það víst skrítnasta hrós sem hún hefur fengið, það var einhver sem sagði, vá hvort með falleg hné. Enginn hefur sagt það við mig. Bjóðum hana velkomna, þetta Hrafnhildur Eva Guðmundsdóttir með atriðið Eitruð. Ég sé allt svo skært og skýrt núna. Hvað ég var í raun alveg sama. Ég sem lagði á því alla trúna, en þú olli mér engu nema ama. Nú veit ég að þú lést byrla mér. Eróns ör með ástar eitri. Það átti eftir að snúast í höndunum á þér. Að halda mér svona lengi heitri. Þrautirnar þrjár þú vildir leysa, en hafðir hvorki vitnja styrk. Þér var sama þótt að yrði hneysa, og fyrir mig örlögin myrk. Við lögðumst ástfangin í rjóður, en ég sveik föður minn og bróður. Þú sagðist ávallt vera minn, þú svóst við himinin. Guðirnir máttu heyra og sjá hve ástfangin við vorum þá. Við eignuðumst okkar fallegu syni. Ég elska þessa litlu vini. En græðgi þinni var ekki svalað. Þú vildir meira og meira og ég gat ekkert við þig talað. Þú vildi hvorki sjá mig né heyra. Þú fannst þér leið til að eignast völd. Henni Glási þú vildi þig gifta. Þá dugði ekkert nema ráðin köld. Þeim draumi ég skildi þig svifta. Hanna Glási þú ætlaði þér næsta plata og af mér þú taldir ekki lengur not.
Fjölskyldu þinni tilbúin að glata allt fyrir eigin helvítis framakot. Allir vegir sem ég opnaði þér eru nú lokaðir mér. Ég hef í engin hús að venda og allir mun á mig benda. Og alla ég sveik fyrir þig og þannig notaðu mig. Eitruð ég átti engra kosta völ, þú hefur verið mín lífsins böl. Og bón þín að ég verið þín hjákona, mér fannst þú mér lítils virða. Og ef hjónabandið mun enda svona, líkin þú uppfærða hirða. Heimurinn hann hefni sín á mér, vegna þess alls ég færði þér, en það var samt ekki nóg fyrir þig. Þú endilega þurftir að svíkja mig. Svo með eitruðum klæðum ég mun freista hennar, fylgjast með glæðum, feðginin munu brenna. Ég sá eldtungur feðginin sleikja og stundin runnin upp. Ég horfði á stóra höllina reykja og ég mátti ekki gefast upp. Megi þú rotna og megi þú þjást, megi þú aldrei finna ást. Nú mist hefur þú alla eins og þú sást, allt því okkur fjölskyldinu þú brást. Allt vegna þess að þú, Jason, ert heigull og bleiða, sem endalaust baðst grimmilega greiða. Ég neyddist okkar eigin börn að deyða. Mína eigin syni, engin annar fær að meiða. Metja upp í himnin flaug. Jason í sjálfsvorkunn upp í nefið saug. Hann sigldi höfin á flegi sínu, umvafinn ángist, kvöl og pínu. Flegið hans var svo fúið og rotið. Hvað ef hún hefði ekki ástarörunni skotið? Á endranum morgið mastrið á hann fjall. Búm, þar fékk Jason sinn seinasta skell. Næsti keppandi hefur fótbrotnað 6 sinnum, handleggsbrotnað 3 svar, tá, fingur og rifbeinsbrotnað oftar en hann hefur tölu á. Ég bara svona, ef ég ímynda mér þetta, þá er bara eitthvað svona, einhver klessa á gólfinu, búin að brota svo oft. Sko, ég veit, það var mjög áhrifamikið að myndi koma hérna upp og brjóta bein í atriðinu. En ég ætla bara að vona samt að gera það ekki. Það er ekki nauðsynlegt. Nema þú ert með mjög mikið keppnisskap. Við skulum gera brjáluð fagnaðarlæti fyrir Sigurð Ingólfsson með atriði Unglingurinn í skóginum. Töff að datta hérna fram. Þetta reyndir allir gamalt, en það allir það. Geng út úr húsi, gáið veðri, spái, röku, niður tröppur, suður hellur, hlið, vestur gangstétt að mótum gatna, begi norður, við hús nágranna heyri í ópum glugga, álít svefnherbergi. Rám örvænting minnir ískyggilega á annan flaum, heyrðist í öldruðu manni sem hrópaði eitthvað stelpur og vín, í þeirri örskömmu andrá hvítt hár, hrukkað andlit, föt, snjáð og kripluð rödd löngu brostin, glugginn hljóðnar, held lengra norður. Framhjá rifsberjum og runna sem fjarri slútir yfir girðingu. Bílflaut og hlátur, söngur einhver sem fáum yndis auki, hárt tjásur eitt sinn rauðar og ranglandi stúlku, grátbólgnar kinnar beigi aftur vestur niður verslunargötu, sé að stúlkan lík fagurri dóttur klarnettukennara, lík upp dyrum að krá geng dyr við helgiathöfn hurðarinnar, að láta sem ekkert sé verða leið miðbúntur athygli. Augnabliki teygist, geng inn í mökk af mannalykt og reyk
háaða og hryssingslátum og endar þegar hurðin fellur af stöfum. Í eyrum forljótrar barstúlku bón mín óskiljanleg. Endurtek, eftir leið orðana fjölfarna vegu, greinir þorsta minn. Borga glas, genga borði, sest og ritúal þess sem bíður, eftir vini, hugljómun, kunningja, dóttur klarnettukennarans hefst, en því líkur án árangus. Stend á fætur, klósett með lykt kanínubúrs, eftir handþótt út, hrasa stólfót, stund ósjálfbjarga á leið út hlátur. Upp götu, vestur, svo suður, loks suðaustur, framhjá kirkjugarði, og þá birtist mér sýn, stend við hæfilega stórt torg þegar rís upp hús, 3 strompar og burstir sem minna á burnir út á gömlum stað, himinn yfir dökkur þrungin merkingu, stendum stund, held burt og heim og sofna áður en ég kemst úr sokkunum. Og að því að við erum í bókasafni, þá ætla ég að lesa bölvun til handa bókaþjófum. Þetta þýðing. Gefað sá stelur stakri bók og stingur héðan ávallt ragur teljist, að sérhver blessuð síða hann tók í sálu hans sem spólu ormur dveljist. Veki þarf drepsótt drauga og svín, sem draga hann með allvík föl og pín til fundar við þann orm sem aldrei deyr, í iðrum jarðar hvar hann undir seljist, til fordæmdra og andi aldrei meir og eilíflega í vítislogum kveljist. Nei, passið ykkur. Takk fyrir. Heyri, það komið að síðasta keppanda kvöldsins. Þetta búið að þjóta hjá, sko. Þessi keppandi, hann kom með svona dálítið heimspekilega pælingu, af því að eins og við spurningunni hvaða svona superpower viltu hafa og af hverju. Og hann sagði fljúa, og svo virðist vera, þetta náttúrulega skrifið málið, að var mjög pirraður yfir spurninguna af hverju, en bara augljóslega. Og svo útskýrði hann að fljúa, það ekki bara að, hann sagði, flying is not possibility of moving from one place to another in the air. Flying is the impossibility of falling and die. Sem ég hef ekki pælt í áður. Þannig að þetta svona, einmitt, food for thought. Ég ætla að hugsa þetta alltaf þegar ég er flugvél næst. Ég gæti verið dáin núna. Ég myndi ekki fljúa lengur. Ok, en já, við skulum bjóða velkomin, þetta Gian Marco með atriðið Partí. Tack fyrir. So, party. You text. Party in Italy, people reply, ciao, grazie, which means I will be late. In Germany, they reply, danke schön, which means I will not come. In the UK, they reply, yes, great, which means I'm bringing booze. If they ask you, how many will be there? This means, how much alcohol should I bring? In Sweden, they might not reply. They are busy with important questions in life, like, am I really a friend with this guy? Do I want to spend life with him? Do I even want to be associated with this person? But I understand them, because I ask myself
the same question every day. When I look in the mirror. And I also leave every day without answering them. And then there is Iceland, in which people might not reply, but they come and they have fun and they laugh and they are gone. And they thank you for the ages to come. They say, takk fyrir síðast, takk fyrir í gær. And 6 months later, takk fyrir veturinn. But when they leave, they say, bless, bless. Which means, we know you have to clean all this mess. You do. You clean the table, you clean the couch, you clean the mirror. And then you go like, hvað segir þú? Já! Takk fyrir mig. Við skulum gefa öllum keppendum mjög mikið klapp. Bara koma þetta upp á svið, skrifa þetta, taka þátt, ógeðslega vel gert. Nú ætlar dómnefndin að ráða ráðum sínum og dæma hart. Hold you slam, hold you slam, blam, you slam, blam, you slam, blam, you slam, blam, 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 blam. Okay. Sko, ég bara að ýta dómnefndin hérna upp á svið og ég að segja að þið verðið bara ákveða af því að þau eru, búin að vera allt of lengi að ákveða sig af því að þetta var erfitt val. Ótrúlegt magn af geggjuðum atriðum og nú bara komið að þessu. Það verður tilkynnt 3. sæti, 2. sæti og svo 1. sæti. 1. sæti fær þennan blómvönd og þennan geggjaða bikar sem hvað heitir það? Frá Flæði. Heitir það Flæði? Flétta, já. Það sem það að taka notaða bikara og búa til nýja. Og þetta ógeðslega flott og þetta farandbikar. Og svo líka í þessu umslagi 20.000 króna hérna svona Landsbankakort. Þannig að það er til mikils að vinna. Þá ætla ég bara að gefa dómnefndinni orðið. Já, takk fyrir. Já, klappa. Woohoo! All right, geggja. Kæra þakki fyrir komuna. Ótrúlega gaman að sjá svona mörgirna. Með þáttaka í ár voru ég á 13, endaði 12 keppendum. Mikil heiður að fá að dæma ykkur rosalega hart. Ótrúlega erfitt. Þetta var alveg geggi keppni. Mikið af flottum ljóðum, flottum flutningi, rosalega mismunandi orka og allt í gangi. Við reyndum að taka allt inn og þurftum að sko reka okkur hörðum höndum hérna niður á svið. Þannig að við hefðum getað setja alveg hálftíma viðbót bara að diskutera öll þessi mismunandi element sem voru geggið. Somebody will translate into English sitting beside you. Þannig að við byrjum að segja kannski fyrir 3. sætið, 3rd place. Gefa smá hérna. Og það hérna Yexia og Yuki. Já. Come on. Brilliant poem, great act. It was beautiful to see you, how it polyphonic kind of the element of it. We really liked it and congratulations. All right. Þá komið að öðru sætinu og í öðru sæti var Fríða. Okkur fannst þetta bara alveg brilljant atriði
Það var fyrsta setið. Já, algjörlega. Og fætur líka, stappa líka. Og Marion! Okay, tak. I thought I'll be making enemies tonight more than friends, but okay, wow. I really like to be with this group. I have to say, having this kind of opportunities to perform is not easy to find, and having such a group, make people come out of their shell and, go on stage and share their creativity. So yeah, thank you so much. So, Mariam, we would ask you to perform your act again. My protest, yeah. Yes. Let's see if the Icelandic is better the second time. Ég neita að tala veðri. Ég neita að tala fjall. Ég neita að tala vind sem allt of kall. Ég neita að fjalla eldgos. Ég neita að fjalla hraun. Ég neita að fjalla foss sem á í raun ekki brós. Hvað með fólk sem setur tilfinningar upp í fjalli? Ég neita að spjalla sjó, ég neita að spjalla sól, ég neita að spjalla snjó sem tekur ekki strætó. Ég neita að ræða fucking lúpinu sem veit ekkert myrkrið. Ég neita að ræða rigningu sem veit ekkert kosningu. Hvað með fólk sem finnur tilfinningar upp á fjalli? Við búum saman niðri eða ekki, velkomin í fjallafélagi, en ekki í samfélagi. Ég neita að sjá ást í steinum, meðan alvöru fólk gangur í felum og þjóðin þjónar í neinum. Ég neita að yrkja fjallaljós, meðan fólk að rotna. Landslagi elskar að bíða eftir fólki til að deyja. Hvað með fólk sem felur tilfinningar upp á fjalli og talar aldrei við mig niðri? En já, komdu til Ísland en ekki of lengi. Við eigum náttúru til sellu en ekki þú í fleirtölu. Spend your penning, but don't spread too much your meaning. Swallow your tungu, ástin minn. Can't give it too much meaning. Ég neita að tala veðri. Ég neita að fjalla fjall. Ég neita að gleyma fólki sem bíður brottfall. Ég neita að tala fallega. Ég neita að tala fullkomlega. Ég neita að tala dödlega. Ég neita það. En já, ég játa að fjallið sé falleg. Fallegra en ég. Ég játa að veðrið sé skemmtileg. Skemmtilegra en ég. Á ég kannski að verða fallegu landslagi til að vera hluti af þínu samfélagi. Hvað með fólk sem geymir tilfinningar upp á fjalli? Ég bara hérna niðri í áfalli. En allt í einu ég skildi. Kannski fjalli svarar en betur en fólki. Takk. Marion að gleyma bikarnum sínum, halló. Heyri, ég vil bara segja takk hérlega fyrir mig, takk hérlega fyrir komuna, takk fyrir samveruna í kvöld, svo yndislegt að vera saman.
Eigi bara yndislega helgi og áfram ljóðaslam.